þetta, Káa Þór deildarmeistari í fyrsta skipti. Það að skrifa söguna hér á nýja leik, koma tilbaka í Safamýrinni og þær mega heldur betur fagna. Olísdeild kvenna aldrei verið sterkari en á þessari leiktíð og Káa Þór vinnur hana. Þetta stórt, þetta risastórt og þær máttu heldur betur hafa fyrir þessu. En sín og sanna hér að þær eru verðskuldaðir deildameistarar. Fyrir stuðninginn. Við fundum þennan geggjaða kraft sem allir, við fundum það í hálfleik kannski. Ekki fyrir hálfleik, það var alltaf eitthvað. En svo í seinni hálfleik bara, þú veist, áfram Káa Þór. Marta, hvernig var tilfinningin að taka við bikarnum? Oh my god, ég fór náttúrulega næstu að gráta sko, þetta er svo geggjað. Og að vera aftur þarna, við erum náttúrulega lyft meistarana þarna og þú veist, vera aftur þarna og lyfta bikarnum og bara, þetta er bara uppáhaldshúsið mitt núna. Það er bara svoleiðis. Hvað gerist eiginlega í hálfleik? Við sem vorum að horfa á sjónvarpinu vorum ansi stressuð í hálfleik. 17-12 undir og þið komið með einhver ótrúlega orku í seinni hálfleik sem að skila þessu. Fræga tala 17-12. Þín fræga tala 17-12. Það er bara þannig. Sko, við vorum, ég held að kannski spenningsstigið okkar hafi verið dálítið hátt og þær náttúrulega hafa spilað 100 svona úrslitaleiki og komið kannski aðeins betur stemmdari en við. En mér fannst einhvern veginn, við náðum ekki í þar í fyrri hálfleik, vörnin var einhvern veginn þannig og svo langt á milli okkar og þær fengu bara frí skot og markmennir okkar gátu ekkert út af því að vörnin var svo léleg. En svo bara í hálfleik, bara fór Andri aftur yfir okkar gildi. Við erum aggressívar og við erum að mæta og við erum snöggar upp og niður í vörninni og bara ákveðum að fara aðeins utar á völlin og mæta þannig og fara að ná aðeins í þar. Og ég held að það er bara, það kom bara allt annað lið, bara liðsheildin og allt, við bara byrjum aftur 0 punkti. Já, einmitt, og þessi gildi okkar sýndi þessu svo sannlega í seinni hálfleik og komið tilbaka langt undir raunni og síðan að í rauninni halda haus í lokin, það var alveg ótrúlega sterkt. 5 mörk er ekki neitt í handbolta, það getur farið á 5 mínútum. Við erum alveg lendið því sjálfar, skiljið, en þú veist bara einhvern veginn að koma aftur og við vissum náttúrulega við jafntefli dugði okkur sko, skiljið, þannig að maður var alltaf með það pínu kannski bak og eira þarna að loka mínútuna, skiljið, að bara reyna að vinna boltan á haldunum, þú veist, við erum ekkert að reyna að fara að skora þarna sko, þannig bara geggjað, frábært fyrir okkur að þær mistu hana Ragnheiði út af og voru einu færri auðvitað síðust sóknina sem var erfitt fyrir þær en bara stúta. En eftir þennan róstursama vetur, alveg ótrúlega frábær endir á þessu deildartímabili, en núna bara tekum við ný keppni og ekki síður stærri en þessi. Já, þetta er eins og Dóri Sigfússon var hérna að þjálfa Selfoss og sagði okkur nú að þið þurfa að passa ykkur að vera ekki sattar sko, en við erum alls ekki sattar, við ætlum okkur bara alla leið, það er bara þannig. Hvaða tilfinningar eru í gangi núna eftir þennan ótrúlega dag í Reykjavík? Þetta er bara frábært, ótrúlega ánægður og stoltur af liðinu og ekki síst þessar móttökur hérna bara ótrúlegar, maður er bara með gæsahúð og klökkur. Fyrst og fremst bara ótrúlega glaður. Þetta er búið að vera rosalega skrítið tímabil, róstusamt út af COVID og öðrum málum. Það lítur að vera ótrúlega sætt að sjá liðið stíga svona upp, vera mest lág á og tryggja sér titilinn. Jú, heldur betur, þetta gríðarlegur karakter í dag, en bara allt tímabilið er búið að vera frábært. Við erum búin að spila mjög vel og búin að vera mjög þéttar og tapa bara einu leik og búin að vera
mjög góðar, en eins og ég segi, karakterinn í dag er náttúrulega ótrúlegur, mjög slakar í fyrri hálfleik, voru ekki alveg nógu góða varnarlega og voru bara á eftir. Þess þá heldur bara að gera þetta ennþá sætara, að klára þetta og frábært tímabil og mjög stoltar, ég er mjög stoltur og frammistaðan geggjuð og allt það. Svo bara úrslitakeppnin framöndan sem við förum með fullt sjálfstraust í úrslitakeppnina, það er nokkuð ljóst. Er ekki stór áskorun að halda stelpunum kannski bara að koma þau niður í jörðina og minna þær á að það er jafnvel ekki minni titill eftir? Jú, það er klárlega næsta verkefni, en nú ætlum við bara að njóta og fagna og stelpunum eiga það skilið og svo bara höfum við 2 vikur í að undirbúa næsta verkefni sem að verður mjög skemmtilegt og við eigum ennþá ákveðna hluti inni og ég hef engar áhyggjur á öðrum, stelpurnar eru gríðarlegir keppnismenn. Við verðum tilbúin þegar úrslitakeppnin byrjar, það er bara þannig. Takk fyrir þetta, Andri minn, til hamingju. Ævinlega takk.